ekki missa af heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Berlín í sumar. Örfá sæti eftir. Bókaðu ferðina þína á urmalucci.is. Sigurður Gunnarsson, Urmalucci. Já. Sæll ertu. Sæll. Heyrðu, þið í samstarfi við Landssamband hestamanna að bjóða upp á ferðir á heimsmeistaramót. Segðu mér aðeins frá því. Já, sko ég nú ekki hestamaður mikill sjálfur, en ég sjálfur verið á 2 svona mótum og þetta náttúrulega ofsalega skemmtilegi viðburðir og andinn sem þarna fyrir mig sem gamlan keppnismann í íþróttum skemmtilegur og ég í rauninni ég fór til dæmis á Holland síðast og það var svona það mót kom mér rosalega óvart. Það var mikið stærra og mikið meira umleikis og einhvern veginn mikið stærra heldur ég sjálfur hafa átt von á. Þrátt fyrir að hafa séð þetta í mörg ár. Þannig að það var mjög gaman að upplifa þessa stemningu sem var þar og það var ekki síst sko mótstaðurinn alltaf í svona mótum skiptir svolítið máli. Það sé svona tiltölulega auðvelt að komast á hann. Af því að Íslendingarnir fjölmenna mikið frekar ef það auðvelt að komast þangað. Og ég held að það sé svolítið mikil forsenda til þess að mótið heppnist, allavega að myndist svona svolítið mikið góður andi á mótinu, að við fáum Íslendingarna til að fara. Við erum svolítið hjarðþjóð og viljum svolítið halda saman. Og það sem sagt þessi íslenski hestur sem samvinar okkur. Og þetta verður í Berlín í sumar eins og flestir vita og það tiltölulega auðvelt að komast þangað en samt, það ekkert alltaf mikið flug í boði. Við gerðum okkur grein fyrir þessu strax í byrjun og vorum fljótir til og höfum unnið þetta í miklu og góðu samstarfi við LH og landsliðið eins og undanfarin ár. Þetta svolítið langur aðdragandi á þessari spurningu sem en mér finnst það í rauninni nauðsynlegt. Við fyrst og fremst hefum orðið þessi áskynja. Það alltaf dálítið stór hópur af fólki sem vill vera á hóteli. Sumir vilja fara á eigin vegum, aðrir vilja vera með bíla og sjá alfarið sig sjálfur og það bara fínt, fá sem flesta. En við höfum svona reynt að þjónusta það fólk sem vill vera búa nokkuð vel, geta farið í sturtu þegar það sýnist, góðan og fínan morgunmat og hitta svo alla Íslendingana niður í lobbyið á barnum eða hvernig sem það Við erum svona fyrst og næst að þjónusta það fólk. Og það hefur alltaf myndast, það allavega okkar upplifun að það hefur myndast mjög skemmtilegt andrúmsloft hjá þessu fólki. Þannig við höfum boðið upp á 3 ferðir, við erum sem sagt með beint flug á Berlín og síðan höfum við verið með sérstaklega eitt hótel sem heitir Estrell, sem dálítið stórt hótel. Og þar verður uppistaðan á okkar farþegum. Nú í okkar, við erum samansettur, við erum reynt að búa til pakka sem við höldum þessi skemmtilegur. Við sem sagt erum með flugið inn í, við erum með flugvallarskattana inn í, við erum með flugvallaraksturinn erlendis, við erum með miða á mótið og við erum með gistinguna. Og síðan verðum við með uppákomur á hótelinu, þar sem að ýmsir spekingar innan gæsalappa koma til með að spá í spilin og spá í frammyndun mótsins og það skott að þeir standi sig, það verður pressa á þeim því að þeir þurfa að segja eitthvað að viti. Það verður svolítið gaman að setjast yfir það og sjá hvort eitthvað þeirra spádómur ræðist. Og svo verður við með skoðuna fyrir Berlín og svona ýmislegt annað sem verður auglýst síðar. Þetta svona uppstaðan í þessu. Eysteinn, spekingur. Já, ég veit ekki. Það alveg svo mikið pressa á handboltahendinni. Nú spurning hvaða leikkerfi verður sett upp. En hvað Berlín 2013? Þú ert með puttan á púlsunum í hestaheiminum. Hversu stórt dæmi þetta? Gríðarlega stórt. Og mér heyrist að nú stemningin fyrir þessu móti. Það hefur náttúrulega verið svona fækkun á Íslendingum á seinustu mótum og en núna finnst mér fólk allar að fjölmenna. Þetta í stórborg og það svona, miklu fleiri sem ætla að koma núna en hefur verið.
og náttúrulega eins og geta farið í svona pakka þar sem að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af neinn eins og Siggi var að tala um. Bara að vera búin að safna. Já, bara búin að safna og geta þá bara skella sér. Já, slaka á. Og ég veit að bara eigin raun að það er mjög erfitt að finna flug núna. Já. Og þannig að þetta er mjög ákjósanlegu pakki. Já. Og segðu okkur hérna, Siggi, aðeins betur frá þessum pakka, verðinu og það er ekki hægt að kaupa hjá ykkur bara flug. Nei, sko, við tókum frá einhver x mörg flugsæti, við settum upp eina vél sem í byrjun, sem sem sagt var 5. ágúst út og 12. heim. Það voru 168 sæti og þau eru búin. Það seldist upp á nóun eins og þess að. Og þá settum við upp í viðbót og það er langt komið. Við erum annars vegar með flug 7. til 13. sem er þá 3. og 3. ár. Já. Og síðan verðum við með út á sunnudeginum út og 3. deginu þar á eftir heim. Það er 13. heim og 50 út. Já, það er rúmvika. Það er rúmvika. Já. Og þetta er mælst mjög vel fyrir. Já. Þannig að svo ég bæti aðeins við það sem hann sagði hérna á neist að hann reyndar að koma inn á. Það er ekki bara mótið, þetta mótstæðan skiptir máli. Berlín náttúrulega tiltölulega auðvelt að komast í allar áttir og það er allt fyrir alla. Já. Menn voru með þetta að tala um, sko, þú ert ekki að kaupa bíl eða neitt. Þannig ertu gjörsamlega í hjarta. Já, þannig þurfum við ekkert að gera eins og við erum alltaf vöna að vera alltaf á bíl, sko. Það er hægt að hoppa bara upp í lest og það er þægilega samgöngur hérna. Þannig að allt svona bílavesen getur bara sleppt, sko. Ekki nema þú viljir ferðast eitthvað fyrir eða eftir. Það er alltaf misjandi eins og ekki kom inn á hvað fólk vil gera, hvort það vil lengja ferðina eitthvað svoleiðis. En Berlín er náttúrulega gríðarlega skemmtileg borg og það er náttúrulega hægt að gera margt þarna utan þess tíma sem mótið er. Já. Þannig að ég bara mæli með því allir á Berlín. Styðji okkar menn. Já. Ekki spurning. Það verður núna alvöru grúppi, það verður alvöru klapplið. Já, ég held það. Og þetta bara lítur vel út. Það er stemning í kringum landslið, það hefur verið að gera gríðarlega góða hluti og mikla hluti núna í vetur, byrja að snemma. Já. Og það er bara svona einhugur hjá öllum að gera vel. Já. Og Mikill metnaður. Já, mikill metnaður og ég held að séu góðir hestar að koma í úrstöku. Við auðvitað eftir að sjá hvernig landslið við förum með en við erum hvergi bánir. Ég held að þetta verði bara glæsilegt mót og þetta verði gaman. Þetta verði gaman. Siggi, hvað maður að gera ef maður vill ekki vera síðastur inn í vél? Eða bara vill bara komast með í vélina? Já, við erum svo sett með 2 ferðir í boði. Annars vegar á þessu Estrel hóteli og svo erum við með aðeins minna og svona cozy hótel, 3 stjörnum meðan það heitir 4 stjörnu. Já. Þannig það eru 2 ferðir í boði og það eru allar upplýsingar inn á heimasíðunni okkar, urvalútsýn.is eða uu.is. Já. Og það getur líka hringt inn í Lágmúlan, það er hægt að greiða inn á ferðina til að festa hana. Já. Og þá er bara fólk örugt með farið. Já. Og það má ekki gleyma því, ég myndist á hérna í upphafa, við varum svo ekki mikið hestafólk hérna inni en við höfum gríðarlegan áhuga á þessu, þetta er mjög skemmtilegt mót og við höfum svo sem öll okkar vitneskja hefur legið í þessu góða samstarfi við LH og landsliði gegnum tíðina og það verður að taka það fram að þeir njóta alltaf góðs að því, þeir fá einhverja krónur í sinn hlut fyrir hvert bóka. Já, þeir fá, þetta er ákveðin, inn í þessu er ákveðin upphæð til styrkta landsliðinu. Já, þegar bókuferðin á ykkur. Enda eru þeir algjörlega þessum svona skipulagsmálum. Já, hvað varðar svona mótið sjálft og þá vitnesku sem við þurfum að hafa. Já. En þetta hljóma vel. Þannig að bara gangi ykkur vel við að fylla vélinnar. Við gerum það sem við getum að koma fólki Sömuleiðis, takk. Borð. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.